Þá komið að sýndæmi 6-7. Og það er dæmi sem snýst eggjarauðu, sem sagt að sé oftast 0,2 dl og eggjahvíta er 0,3 dl. Og þá segja þeir að innihald úr 2 eggjum er þar af leiðandi nálægt yfir 1 dl. Og þyngdin á þessum desilítra sem eru 2 egg þá eru 110 grömm, sem þýðir að 1 egg er cirka 55 grömm, sem að mér er sagt að sé nokkuð nákvæmt. Þá er spurt í A-lið, hve mörg grömm vegur ein eggjahvíta? Og ég veit að eggjahvítan er 0,3 millilítrar og ég veit að hún er 0,3 dl af 1 dl og 1 dl er 110 grömm. 110 grömm, þannig að þetta verða það bil 33 grömm af eggjahvítu. Í B-lið er spurt, hve mörg grömm vegur ein eggjarauða? Og það hlýtur það að vera bara nákvæmlega eins. Eggjarauðan var 0,2 sinnum þá 110. Þannig að 22 grömm af eggjarauðu. Í C-lið er spurt, hve margir lítrar af eggjarauðum fást úr 100 eggjum? Ok, 100 egg. Og það eru 0,2 desilítrar hver rauða. Þannig að þetta eru 20 desilítrar. Þannig að við deilum, af því það eru 10 desilítrar í 1 lítra, þá deilum við með 10. Það var full mikið af deilingamerkjum. Já, hún reddaði þessu. 2 lítrar af eggjarauðu. Í D-lið er spurt, hve mörg kíló af eggjahvítu koma úr 100 eggjum? Og við erum með 100 egg og hver eggjahvíta er 33 grömm. Þannig að við fáum 3300 grömm og við deilum í þetta með 1000 af því að við vitum að það eru 1000 grömm í 1 kílói. Þetta eru sem 3,3 kíló af eggjahvítu. Og svo er spurning E, hve mörg egg þarf að kaupa til þess að fá 1 kíló af eggjarauðum? Hér þurfum við að skipta 1000 grömmum upp í 22 gramma búta. Það er að segja, við erum í raun og veru með 1 kíló af eggjarauðum, sama sem 1000 grömm deilt með 22 grömmum af því að hver eggjarauða er 22 grömm. Útkoman verður 45,5 egg cirka. Gætum fækkað aukastöðum. Þetta var nú lítið mál.